Kristján, hvernig var tilfinningin að úti? Hvernig leiðir með keppnina hjá Guðmundi núna í haust? Mér leið mjög vel með þetta allan tíman. Hann byrjaði að æfa hérna á Costa Baiana og það virtist allt verið í góðu standi. Fórum síðan yfir á fyrra mótið og annað stigið. Það var ekkert mikið að þar. Þar var þetta bara spurningin hversu marga fugla þú varst að fá. Völlunin var þannig. Þetta gekk allt mjög vel og var til þess að gera vandræðalaust. Kom samt ekkert í ljós fyrir á loka hring að við vorum inni, en við vorum nokkuð örugglega inni, fannst mér. Og svo kom þriðja stigið þarna, bara stutt viku síðar, eða nokkrum dögum síðar. Já. Og það stóra sviðið, golfmarathon, 6 hringir, 108 hólur. Það þarf, þú þarft að vera heldur sterkur að klára það. Já, þú þarft að náttúrulega vera mjög stöðugur og gera fá mistök og það var akkurat það sem Gummi gerði. Það voru eiginlega engin mistök gerð. Það var eitt drive sem að endaði inn í skógi, þá var ég pínuhræddur. Annars var þetta bara til þess að gera örugt og hann hefur unnið fyllilega fyrir þessu. Ef að ég skoðaði skórkorti rétt sem ég fylgdist nú með daglega og var þá hann með 6 bókja eða skolla á 6 hringjum á 108 hólum. Hann með 24 fugla. Þannig að hann með fugla á, svona hér upp til 4. til 5. hverju hólum. Já. Þannig að þetta frábær golfleikur. Þetta var bara alveg stórkostlegt og eins og ég sagði áðan, mjög fá mistök. Já. Og þetta voru ekkert endilega birdie-hólur sem hann var að taka þessa fugla. Okay. Það vantaði kannski aðeins á styttri hólum. Þetta voru erfiði fuglar oft á tíðan. Já. Þannig varstu í lokamótinu, varstu einhvern tíðan stressaður? Í lokamótinu var ég ekkert stressaður. Það var helst teygjuhöggið á 15. á lokadegi. Það var gríðarlega erfið par 4 braut og það var mikill vindur og okkur var báðum mjög létt eftir það. Við vissum stöðun alveg eftir náðum rétt mistum fuglinn á henni og vissum stöðuna. Það voru 2 par 5 brautir eftir og 1 par 3 braut og við vissum hvað þurfti að gera. Við þurftum bara að koma á parinn, þannig að það var bara spilað af öryggi, bara með 2 járn á teig, eitthvað milli járn og svo vetsinn og tíbút. Þetta var alveg solid, þannig að mér skilst að fólk hafi verið mjög hrætt hérna heima og rífrestað mikið, en ég var alveg pollrólegur hann út af velli eftir 15. Var hann ákveðinn í þessu? Varstu að hjálpa honum með þessar ákvarðanir? Þarna kannski í lokinu, rædduðu þetta? Nei, við ræddum þetta ekki neitt, en hann sagði mér það. Ég þagði bara. Já. En hann vissi hver staðan var? Hann vissi alveg hver staðan var og vissi að... Sáuð alltaf hver staðan var út á velli? Þetta var svona nokkra holu fresti, þannig að við vissum hvar þessi jafnir í 25. sæti væru. Það var í rauninni alveg á hreinu á okkar hálfu hvað við þyrftum að gera. En þetta hlýtur að vera skemmtilegt fyrir ykkur foreldrana og þú ert búin að vera svo mikið út á golfvelli með drengnum í mörg áratugi frá því að byrja að spila golf. Þannig að þetta hlýtur að vera svona gríðarlega skemmtilegu bónus fyrir ykkur fjölskylduna. Sjá hann á þessum árangri. Já, algjörlega. Þetta auðvitað bara það skemmtilegasta sem ég geri, að fylgjast með honum þarna út á golfvelli. Þetta það sem var stefnt að og við náðum þessum árangri sem auðvitað bara frábært, en þetta hefur tekið langan tíma. Ætlarðu að fylgja honum á einhverju mót? Eða þið? Það ekkert skipulagt, en ég býst við því að við reynum að taka 1-2 mót svona þegar þetta færist nær Evrópu, eða til Evrópu. Glæsilegt, takk fyrir. Gangi ykkur vel. Takk fyrir.